Binni, kannski byrjum á því, þú ert sjóðhautur í Hollandi, svona, hvað er að gerast þar? Bara, já, eins og segir, það er mjög góð byrjun og einhvern veginn það er alltaf að smella saman núna og bara hjá mér og liðsfélögunum og já, eins og segir, bara frábær byrjun og sem er mjög sterkt, sko. Þetta er draumabyrjun, getur eitthvað lægt fingur á það, svona, hvers vegna þetta byrjað svona vel hjá þér? Ég veit ekki, prísísónið var náttúrulega mjög flott líka, ég var að skora mikið þar og fer það bara með gott sjálfsvörst inn í sísónið og er að fá traustið bara frá þjálfaranum og bara klúbnum og já, og það er búin að vera meira en á vellinum heldur en í fyrra og já, það gerast góðir hlutir, sko. Varstu eitthvað aðeins orðaðið við ítölsk félög í glugganum, var eitthvað til í því? Ég veit ekki hversu mikið var til í það, hversu langt, það fór ekkert meira en það var alltaf bara fókus að vera í Groningen og byrja tímabilið þar og minn fókus var bara að vera byrjunarliðsmaður og vera aðalframherji hjá Groningen. Það var svona aðalfókusin. Þetta voru einhverjar sögusagnir en ég held að það fór ekkert mikið lengra en það, sko. Þú mættir hérna núna í fyrsta landsliðsverkefni fyrir HM 2026, svona, hvernig leggst þetta bara í hópinn? Bara mjög vel, sko. Ég held að menn séu bara mjög spenntir fyrir þessu verkefni, sko. Þessi tveir leikir bara frábæri leikir að fá og ég held að menn séu bara vel klárir í þetta, sko. Hvernig svona metur þessu andstæðinga, Azerbaijan og síðan Frakkland? Azerbaijan heima, það er bara leikur sem við ætlum að vinna og það er bara mjög mikilvægt að sækja 3 púnta þar, byrja þetta mjög sterkt og svona alltaf Frakkland úti er allt öðruvísi leikur, það vita allir hversu góðir þeir eru en við erum ekkert að mæta þarna bara til sýnis, við erum að fara að reyna gefa þeim leik og já, eins og ég segi, bara reyna að vinna í hlutunum sem við erum að vinna í og gera vel á móti þeim, þótt að þetta er náttúrulega frábært lið. Kemur inn í hópinn með seinni skipunum, svona hvernig atvikaðist þetta, hvernig fékkstu símtalið eða? Já, Arnar hringdi bara í mig og lét mig vita að ég væri mættur inn í hópinn og ég var bara mjög ánægður með það að vera komin hingað, sko, og nú er fókusinn bara mættur á leikinn og það hlutverk sem ég fæ, sko. Kom þér á óvart að vera ekki upprunalega hópinn? Já, ég meina þegar maður er að spila vel þá býst maður alltaf við að vera þarna en eins og ég segi, þegar maður er komin hingað núna þá er maður ekkert að pæla í hvort maður var í hópnum fyrst eða kom inn seinna, sko. Ég er ekkert að pæla mikið í því, bara reyna að sýna mig hérna og reyna að vera tilbúinn í það hlutverk sem ég fæ. Takk hérlega.